Ekki svona spurja mig út í þetta sko. Shit, maður. Það er engin pæling, það var bara þannig að ég er búinn að vera ekki atvinnulaus, það er ekki búið að vera að gera í vinnunni hjá mér núna þessu 2 vikur. Þannig að ég vakna alltaf með kærastunni minni, alltaf, hún mætir að mæta í vinnunni svona hvað, 7:30 eða eitthvað. Þannig ég er alltaf bara vaknaður þá og fílaði að spila plötur og var að læra að stríma og hvað bara að stríma einu sinni. Það var bara eitthvað, það var engin hugmynd bak það sko. Það var bara mjög fyndið sko. Ég hafði basically bara ekkert fyrir því. Ég er bara svona stundum er ekki alveg viss bara af hverju þetta er að gerast og hvernig þetta gerast. Þetta er eitthvað svona langþráður draumur. Bara alveg síðan að ég var, í DJ-keppnum. Þá var Tokyo náttúrulega bara svona mega svona location fyrir svona turntablist DJs. En ég vaknaði bara einhvern tímann, í fyrra. Bara í þingu einhvern tímann á sunnudegi og opnaði e-mailum mitt og þannig að þá fekk ég bara e-mail sem var bara eitthvað Hello Intro Beats, can I book a tour to Tokyo? Eitthvað. Ég var bara, yeah right. Þú færði ekkert svona, skilju. Síðan eftir eina Domino's pizza eitthvað og kíkti aftur á það og þá skrifaði hann bara, are you a real person? Eitthvað annarlega bara, yeah. Eitthvað aðdaði mér á Facebook og síðan startaði bara eitthvað samtal að ég myndi koma, sko. Þessi gæi sá mig á Secret Solstice fyrir 2 árum eða 3 árum sem ég trúði eiginlega ekki sko af því að ég man eftir öllum sem komu af því ég var á hræðilegum tíma á Solstice, come on og ég man eftir þessum 7 hræðum sem komu sko man eftir kærastunni minni, vinkonunni hennar og blokkkrúinu, búið en hann sá mig og er búinn að vera að fylgjast með mér síðan með 5 góðum lögum. Ég er að horfa á listan sem ég var að skrifa hérna. Já, ég skal mæla með 5 góðum lögum. Fyrsta lagið það er hús, frekar svona hip-hop skotið hús. Eða svona það vibe sko, með gæja sem heitir Nick Wisdom og heitir Good Times. Just be good to me and I'll be good to you. Síðan ef ég fer í aðeins eldra, eða kannski mun eldra, þá gleymdi Natalie, DJ Yamaha, einni plötu hjá mér fyrir svona 4 árum og það var bara ótrúlega erfitt fyrir henni að koma að sækja hana en ég komið búinn að testa komið smá svona ástfóstur á þessari plötu sko, Jones Girls, lagið Nights Over Egypt. Það er mega næs sko. Og síðan eitt lag sem er búið að vera dálítið fast í hausnum á mér og mér finnst það bara geðveikt og það er með sama sem Soulsetrið, heitir ekki Soulsetrið? Soulsetrið, Banger Boy, Jesus. Soulsetrið er ekki eins með sér og segja ég þig með sjálfur mér og síðan smá svona aðeins meira old vibe sko, Slum Village playa bara alltaf, skilur, ég hlusta alltaf allan daginn. Dilla beat. Já, dilla maður. It's the 788, D10, just like Jake the Snake. Actually, we don't participate, but if you do, then I'ma see you at your weight. Sko, ég er alveg geðveikt stoltur einu lagi sem kom út á plötu með alveg einu vinsælasta rappara landsins en datt alveg einhvern veginn upp fyrir sko og það er lag sem ég gerði fyrir MC Gauta á plötunni Þeir seinastalega plötunni og heitir Tiramisu Sólin sleikir þig og hún hittar götur aðeins meira skinn, aðeins minna föt og það er svona ef ég spá í því svona production sem ég virkilega ánægði með sem einhvern veginn gerðist bara og hvarf kannski líka bara jafnfljótt þá er það lag sko því að ég fílaði það geðveikt og fengum Bjössa saxofónleikara til þess að koma og spila og það var bara mega gaman að gera þetta lag og gaman að það komið út sko en það hlustar ekki ná þetta lag samt þannig að
fleiri kliks